Já, Hannes, þú ert mættur hérna að fylgjast með þínu uppeldisfélagi og það lítur að vera gaman að sjá liðið á topnum. Já, gríðilega skemmtilegt. Ég reyna að mæta eins mikið leikjum og ég get og það hefur verið gaman að fylgjast með strákunum í sumar. Þeir eru að standa sér frábærlega. Það er væntanlega draumur þinn að mæta bara leikni á næsta ári? Já, það væri náttúrulega blautur draumur. Hvernig svona annars líst þér á spilamennsku liðsins? Bara virkilega vel. Sumir sigurarnir hafa verið torsóttir en það kannski einkenni svona toppliða að klára þannig leiki. Eins og þessi leikur í kvöld, það var ekkert áfærafallegu sigur en hann skilaði sér í hús og þetta eru akkurat leikirnir sem að búa til topplið. Eyjólfur í markinu, þú ert náttúrulega markmanns sérfræðingur og markvörður. Hvernig finnst þér hann vera að þróast? Ég er bara hrikalega ánægður með Eyjó. Hann er að vaksa mikið og það sem hann hefur umfram mjög marga aðra er að hann er með hreðjar úr stáli þegar kemur að því að fara út í boxið og þó svo að hann hafi, gert ein og ein mistöku gegnum tíðina þá er hann að hirða kannski 10 bolta á móti þeim þannig að það er mikill kostur og hann fer ört vaksandi og ætlaði að fara ekki andan í hálsmáli á mann yfir ráðum. IR Leiknir, það er næsti slagur. Þú ætlar væntanlega að láta sjá þig þar? Ekki spurning, ég læt mig ekki vanta á baráttunni Breiðholti. Fæ ég spá frá þér í lokin? Ég held að við vinnum þetta eftir hörkuleik 3-2. Þakka fyrir Hans.